Já, komið þið sæl aftur, velkomin að Rauða borðinu. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur skipað starfshóp nýtt húsnæðislánakerfi og margir segja loksins. Og skipun hópsins í samræmi við áherslur stjórnvalda í húsnæðismálum, eins og segir í frétta á stjórnarráðinu. En það maður sem stundum komið í viðtöl til okkar, sem formaður þessa starfshóps, og við ætlum að fá að hlera aðeins hvað þau að hugsa. Og hann heitir Marinó G. Njálsson, ráðgjafi, vertu velkomin. Já, takk fyrir. Hefur þú leitt svona hóp áður? Ég hef ekki leitt nákvæmlega svona hóp áður, en ég hef náttúrulega búin að vera ráðgjafi í 10 ára og alveg vanur verkefni stjórnum, sko. Já, ég tók fyrst eftir þér sennilega skömmu eftir hrun. Já, það gerðu margir. Já. Sumir tókum meira sér eftir mig fyrir. Já, og ég tók eftir þér að þú varst annað í Silfrinu stundum, Agli, og varst ekki að skrifa. Jú, alltaf sé ekki einhverjar 1500 bloggfæslur og núna einhver fleiri þúsund Facebook-fæsluna og einhverja bækur. Þér svo sannarlega ekki sama þitt samfélag? Nei, ég að vonast til þess að samfélagið sé þess eðlis að börnum mínum, barnabörnum og afkomandi þar eftir muni líða vel í því. Já. Það eru nýlegar breytingar á lánamarkaði síðastliðna mánuði sem í tengslu við þessa svokölluðu vaxtadóma sem undirstrika nauðsyn þess að greina hvort koma megi á sanngjarnara og gagnsæra húsnæðis lánakerfi. Hér til lengri tíma litið haft eftir Ragnari Þór ráðherra. Já, þetta náttúrulega, fyrstalega þá þetta náttúrulega ekki fyrsti hópurinn sem fengið það verkefni til hrun að kíkja til breytinga. Og það hafa verið ég meina þekktur verðtryggingahópurinn sem Vili Birkis satt í 2011 og hvort það var annað 2014 og í báðum tilhöllum að það var ákveðið að það þyrfti að herða aðeins á eða stytta lánstíma verðtryggingalána en menn fóru ekkit lengra í þá. Það kom út mjög áhugaverð skýrsla þarna 2010-11 sem Askar Capital skrifaði og í henni stendur þess ágæti texti að ef verðtryggingin yrði bönnuð þá yrði engar öruggar fjárfestingar lengur í boði fyrir fjárfesta. Og þetta, mér fannst alltaf þetta atriði og ég var fengið til þess að fara í gegnum þessu skýrslu og halda kynningu hana á fundi. Og mér fannst þessi setning eiginlega að vera svona aldrei dæmigerð fyrir þessu hugsun. Sko, þú ert ekki fjárfestir ef þú ert að leita eftir örugri fjárfestingu, semst áhættulausir fjárfestingu. Þá ertu í sparnaði. Já. Þú ert ekki að fjárfesta, þá ertu bara að leggja peningarnir til hliðar og þú ætlar að geta nálgast á aftur seinna. Það alltaf áhætta sem fylgir fjárfestingum og þessi áhætta, hún reiknuð inn í ávöxtunarkröfu. Þannig að ef áhættan mikil þá eru vextirnir háir. Ef áhættan lítil þá ætti vextirnir vera lágir. Þetta bara eitthvað sem hefur verið og óskrifuð regla í gegnum aldirnar. Og síðan gerist það að 2010 þá ganga þessi vaxtadómar Hæstaréttar gengistryggðu og þá ákveður Hæstiréttur að það sé sama áhætta fólkinni því að lána fólki bílalán og húsnæðislán sem mér fannst alltaf vera mjög merkileg niðurstaða út frá áttu fræðum. Já.
og það vil nú svo til að það nú það sem ég hef lagt fyrir mig bæði í námi og seinna, það reikna út alls konar áttur og hérna í gamla daga þá gat ég alveg búið til það sem heitir portfolio management líkan. Já. Þannig að mér fannst þetta að vera svona svolítið merkilegt að hérna maður vera að borga sömu vexti af bílaláni eins og af húsnæðisláni. Já. Það ætti náttúrulega ekki vera og var ekki, ég meina það var vaxtamunur á þessu og það á að vera vaxtamunur vegna þess að það er ljóst að húsnæði fyrir eitthvað trygg eign. Já. Meðan bíllinn hann er afskurðaðan 20% á hverju ári. Já. Þannig að hann hverfur á nokkrum árum meðan að húsnæði hverfur ekki eða eignin. Já. Og þannig að þessi setting hérna Aska Capital svona ég sagði það svona eitt af mörgum skiptum sem svona hárin á mér yfðust pínlítið við að lesa texta frá hagfræðingum. Já. Nú það hafa komið sem sagt og í gegnum tíðina hafa komið skýrslur, það hafa komið tillögur og jafnvel komið tillögur það að afnema verðtrygginguna. Já. Ég meina núverandi ríkisstjórn ekkert fyrsta ríkisstjórn sem vil draga úr áhrifum verðtryggingar. Nei. Síðasta ríkisstjórn vildi það líka. Þetta var stjórnarsáttmála síðustu ríkisstjórnar á undan. Hvort þetta kemur inn 2017 eða hvort það er 2021. Menn hafa vilja að draga úr áhrifum verðtryggingar mjög lengi. Já. En það er mjög skiljanlegt þegar menn fara að skoða hvað áhrif verðtrygging og nú ég ekki bara að tala verðtrygging lána heldur bara verðtrygging yfir höfuð hefur á samfélagið. Við erum komin í þá stöðu að ríkissjóður hækkar gjöldin sín sjálfvirt. Hann verðtryggir gjöldin sín eða sem sagt gjöldin sem við leggja á hérna landsmenn. Já. Sveitarfélögin verðtryggja líka sín hvort það eru leikskólagjöld eða eitthvað annað, það er líka verðtryggt. Svo er verið að horfa til þess að fyrirtæki þau eru að afsaka sig með verðhækkunum vegna þess að verðhækkanir eru bara til að halda í við verðlagsbreytingar en ekki kostnaðarbreytingar. Þetta ánátt alltaf fylgja kostnaðarbreytingum en ekki einhverju mælingu og vísitölu neysluverðs þar sem stór hluti vísitölunar á ekki einu sinni við þá starfsemi sem þarna er rekin. Men ef við tökum matvöruverslanirnar að þá kemur það þeim ekkert við þó að húsnæðisverð hafi hækkað vegna þess að það er greitt húsalega eða reiknuð húsalega hafi hækkað. Vegna þess að það er neyslukostnaður almennings ekki fyrirtækja. Þau aftur að horfa til þess hefur þeirra eigin húsnæðiskostnaður hækkað og hvernig hann hefur hækkað en ekki að hengja sig á það að Hagstofan birti vísitölu neysluverðs og það sem þetta kom inn í. Og það gefur þeim rými til skekkju í rauninni. Já, ég meina fólk er ekki sjálfstætt í sína ákvörðun. Nei. Það er þannig sem ég horfa á þetta. Já. Og sama ríkið, af hverju á ríkið að elta vísitölu neysluverðs? Hversu það virkilega þannig að 15% af kostnaði ríkisins sé matvara? Það er jú það sem það er metið í vísitölunni. Það virkilega þannig að 22% af kostnaði ríkisins sé greiðsla húsalegu á einkaheimilum. Það er þannig sem það er í vísitölu neysluverðs. Þannig að meðan við erum alltaf að nota þessa verðtryggðu hugsun, þá erum við í fyrsta lagi að viðhalda verðbólgunni. Vegna þess að ég ætla að hækka verðbólguna og það þýðir að verðbólgan verður áfram jafn mikil. Og þess vegna, þannig að við erum svolítið föst í þessari verðtryggðu hugsun sem er bara mjög slæmt. Síðan getum við farið og það var mjög áhugavert
Ég nú bara lesið lítið af því sem kom fram hjá fjármálastöðugleika nefndi í morgun. En þar virti svona skilaboðin vera dálítið þessi að við þurfum að færa okkur frá verðtryggingunni. Verðtryggingin ekki það sem almenningur vill og svo getur við gengið lengra og sagt bara að verðtrygging ekki góð. Jackie Mallet skrifaði rannsóknarreikjar fyrir einhverjum 15 árum og hún hefur haldið fyrirlestra meðan TED fyrirlestur þetta og hennar niðurstöð var það að ef verðbólga fór yfir 2,5% þá juku verðbætur sem sagt verðbólgu. Já. Og ef maður skoðar þetta, ég komst að því svipaleiti að af 1285 milljarða króna húsnæðislánum heimilana að þá voru 600 milljarðar ekki teknir að láni. Heldur þeir bættust við vegna verðtryggingar. Já. Og þetta er svona dálítið punkturinn að núna frá því 2020 þá eru verðbætur búin að vera einhver 25-30%, 30-35% jável. Og það þýðir að hafi skuldir heimilana verið 2000 milljarðar þá og þá getur þeir verið komnar upp í 2700 milljarða og þessi viðbót án þess að fólk hefði tekið krónu í viðbót að láni. Vegna þess að verðbætunar að leggjast á þetta. Og þá getur við spurt okkur hvað gerir það, hvernig tengist það inn í bankakerfi til dæmis? Jú, það tengist þannig að bankarnir hafa raunar meira fjármagn til þess að lána út. Og það hefur oft verið sýnt fram á það að það eru beint tengsl á milli útlánaþenslu bankana og verðbólgu. Þannig að við erum með verðtrygginguna sem breytilegt vaxtaform og bankar sem eru, og það hefur verið sýnt fram á það í ýmsum löndum, að bankar sem eru með stóran hluta að lána sína á breytilegum vöxtum að þeir fresta til þess að lána meira út. Já. Og þar með eru þeir að vinna gegn þeim stöðuleika sem vaxtahækkunin átti að skapa. Já. Þetta er svona það getur vel verið að ég er alveg viss að það eru fullt af hagfræðingum sem eru ekki sammála mér og lát það bara vera en allt þetta sem ég er að segja er ég að sækja til hagfræðinga og svo minna eigin rannsókna. Já. Vítarhingur? Já, þetta verður vítarhingur en ég er alveg fullfærum að gera góðar tölfræðirannsóknir og leiða rök af þeim niðurstöðum sem ég hef. Já, og dregur úr áhrifum af stýrivaxtahækkunum. Nú það stutt sem við fengum eina og þar getur orðið fleiri og vextir eru frekar á leiðinu upp en niður. Er það ekki mattókar? Jú, það virðist vera það og Ásgeir sagði daginn að það getur vel verið að þurft að hækka vexti frekar. Þannig að það er bara verður að koma í ljós hvernig það þróast. Þannig að svona alveg óháð því að þá var þessi starfshópur skipaður. Já. Hann á ekkert að vera fást við peningamál. Nei. En þetta er svona, þetta hefur tilgangað á nefnir þetta samt? Jú, ég meina, ég er alveg samfærður það að með afnámi verðtryggingar þá bætum við stjórntæki Seðlabankans í peningamálum. Já. Og ég hef ekkert verið feimin við að greina þá skoðum, greina frá þeirri skoðum, en allt frá því líklega 2007-2008. Já.
Þannig að þetta er ekkit ný skoðun hjá mér og fólk getur bara lesið mína greinar og sér hvernig þetta er. Já. En nú er náttúrulega bara áðurum fyrir lengra, hver eru með þér fulltrúar hvað hópa í þessum? Þetta er mjög breiður hópur og hérna ég er alveg mjög ánægður með þessu samsetningu. Við erum með þarna náttúrulega það eru fulltrúar frá 3 ráðuneytum, þannig að stjórnarflokkarnir eiga sína fulltrúar þannig gegnum ráðuneytin. Síðan eru samtök atvinnulífsins, samtök fyrirtæki í fjármálaþjónustu, svo koma ASI og BHM og BSRB sem er bara fínt, þá erum við með verkalýðshreyfinguna þarna. Síðan koma hérna neytendasamtökin og hérna Neytendastofa og þarna er síðan hagsmunasamtökin heimilina. Og svo kemur hún hérna framkvæmdastjóri Landssambands lífeyrissjóða Þórðardóttir. Já. Ég held ég sé ekki að glemma nefnu, þú ert að greina. Seðlabankinn. Já, Seðlabankinn er. Já, og vorum við búin að nefna samtök fyrirtæki í fjármálaþjónustu. Já. Sko, þetta er rosalega breiður hópur. Þetta er breiður hópur og hérna, og við skulum ekkert búast við því að þessi hópur sé sammála. Nei. Og það er bara fínt. Ok. Ég er ekki að búast við þegar við fáum einhvern hérna samhljóm frá fyrsta fundi og hérna alls ekki. Ég vil einmitt frekar að við myndum ágreining upp að skröfum vinnunar. Já. Og þannig að það komi fram ólík sjónarhorn og ólíka skoðanir. Já. Og jafnvel ólíka skoðanir og skoðanum annarra og allt þetta, þannig að fólk geti rætt hlutina. Já. En síðan verður það mitt hlutverk að hérna ná samhljómi vonandi í seinni hluta vinnunar og svo í lokin. Já. Ég ætla ekki að tryggja það að sá samhljómi náist. Nei. Menn eru bara með sína skoðanir og vilja bara standa á þeim. Gæta ákveðna hagsmuna, náttúrulega. Já, ég meina sumir þarna það er ekkert óeðlilegt að menn gæti sinna hagsmuna, en það er alltaf áhugavert að bankastjóri Arion-banka, hann er nýbúinn að lýsa það yfir að hann telji að verðtryggingi sé bara síns tíma. Já. Og hvort að það var bankastjóri Landsbanka eða Íslandsbanka sem lýsti því líka einhvern tímann. Þannig og núna er komið Seðlabankastjóri. Þannig að hérna við erum síðan með einhverja sparisjóði, ég veit ekki hver skoðun er þar. Ég hef ekki hugmynd hver er afstaða lífeyrissjóðanna. En hérna ég gerði nú vill svo til að ég vann nú átumat fyrir nánast alla lífeyrissjóðir landsins hérna snemma á þessari öld. Og það var eina af þeim spurningum sem ég spurði menn þar hvort að lífeyrissjóðirnir myndu þola það að verðtryggingi féll niður. Þannig að ég fær hann að spyrja það 2003-2004. Já, hver voru svörin? Svörin voru þau að hérna skipti sjóðina ekki máli, það myndi gera starf þeirra erfiðara, þau þurftu að hafa meira fyrir fjárfestingu sínum. En það sagði enginn að sjóðinni myndi ekki bjarga sér. Og á þeim tíma var staðan líka þannig að þessi sjóðir áttu miklar óverðtryggðar eignir hérna á Íslandi í formi hlutabréfa bankana. Og þeir voru í stökustu vandræðum með þessar eignir, vegna þess að það er alltaf, það er nú svo kjánalegt sem það er að þá eru lögboðum það hvernig hlutvillin eigi að vera í eignasafni sjóðana. Og þeir voru hreinlega komnir í þá stöðu að ávöxtunin af bankabréfunum sem síðan eru að vísa engu að hún var orðin svo mikil að þeir voru komnir upp fyrir eignamörk samkvæmt lögum og þurfti að fara að selja bréfin og það má þó segja á móti sem betur fer því að það þýddi þá að þeir fengu þeir gáttu selt ákveðin hluta bréfa sinna á góðu verði og urðu þá að setja það í aðra eignir vegna þess að þetta mátti ekki.
En þetta náttúrulega vandasamt verkefni og mikið tækifæri líka að koma með tillögur að nýju húsnæðislánakerfi. Sérðu fyrir þér afnám verðtryggingar í öllum sviðsmyndum mögulegum til? Sko, mitt markmið ekki afnám verðtryggingar á neinu nema neytendalánum. Mér alveg sama þó að einhver fyrirtæki taki verðtryggð lán eða ríkið selji verðtryggð skuldabréf eða hvað það er. Já. En staðreyndin svo að verðtryggingin flókin fjármálaafurð. Og þó að menn vilji ekki viðurkenna þá hún það. Reyndu bara að rekna út þína afborgun á láninu þínu sem væri verðtryggt og fara að spá í það, en að finna út af hverju, við erum 4 liði á hægri hliðina á greiðsluseðlunum með að fara þannig pappír og þessi 4 liðir afborgun, svo það verðbætur afborgunar, svo það vextir og svo verðbætur vaxta og svo tala undir og hvaða tala þessu ræður því sem á þessu skjali. Segð þú mér það? Það tala undir. Það tala undir? Já. Vegna þess að hún segir til það að hún á að hækka hverju mánuði miðað við verðlagsútreikningar. Þannig að allir hinn í liðinni frá ofan þeir taka breytingum eftir því hver talan undir. Og þannig að þetta ekkert augljóst, þetta flókið. Já. Ég var að skýra þetta út fyrir franskari konu sem að rannsaka íslenska húsnæðislánamarkaði. Já. Það hitti hann helgina og hún búin að vera að reyna að skoða þetta lengi og hafði áður verið að skoða Airbnb. Já. Og ég var að skýra þetta út fyrir henni. Og hún sagði, þetta bara brjálæði. Já. Bara rugl. Já. Og svo höfum við oft heyrt þessa afsökun, ég meina lánin hækka en húsnæðisverð hækka líka. Já. En hún gæti sagt mér alveg eins og skot. Já, en ef ég sel húsið mitt og kaupi annað, þá hefur það líka hækkað. Já, já. En hér á Íslandi þá liggur við hagfræðingar sem skrifa hér á mótmæla svona kenningum. Já. Eða staðrendum. Já, hún nokkuð víðseg þessi kenning. Már Miksa, hagfræðingur var hér daginn, hann vill halda verðtryggingunni. Já, ég veit það vel. Þú veist það. Og hann segir, þetta bara svona dempari, þetta þýðir það að maður fer aldrei of háar og afborganir og ég á vini sem segja, já, ég lít bara á þetta sem ég sé að borga leigu, þetta bara miklu öruggara heldur en leigan og svona. Það ekki staðreynd? Ef við afnumum verðtryggingu þá getum við lent í einhverjum svakalegum afborgunum og missum þetta öryggi, segi ég bara til að spyrja og bara til þess að fór rök gegn ekki að ég sé lýsa persónulegri sko. Já, við Már höfum rætt þessi mál og þannig að það ekkert nýtt og ég segi bara, þú lærir efnafræði líklegast í skóla á einhverju stigi og þú ert með efnajöfnu, þú ert með vinstri hliðina og það ákveðin efni þar, þú ert með hægri hliðina og það þarf að jafnvægi á milli beggja hliða. Þannig að ef þú tekur verðtrygginguna út úr vinstri hliðinni þá breytist hægri hliðin líka. Hún verður ekkert áfram eins, hún verður ekki áfram með sveiflukent hagkerfi, hún verður ekki áfram með háa óverðtryggða vexti, hún verður ekki áfram með gegndarlausar húsnæðishækkanir. Vegna þess að sko hluta af þessum húsnæðishækkunum út af verðtryggingunni. Já. Því að þú verður að gæta því að ef húsnæði hækkaði ekki og lánin hækkuðu 50% vegna verðtryggingar eða þá væri bara 30%, þá það kannski komið með neikvætt eigið fé. Þannig að húsnæðisverð hefur orðið að hækka til þess að mynda rými fyrir verðtrygginguna undir veðmörkum eða hvað vil kalla. Þú ert að segja umræðinni beitum við ekki ímyndunaraflinu sem þarf til þess að átt okkur og breytum forsendum. Já. Það er það sem ég að segja. Og ég er þeirra skoðunar að ef við tökum út verðtrygginguna
og ég búin að vera, ég ekkert að mynda mér þess að skoða núna því ég tók við þessum hópi heldur en þess að ég bara búin að vera með þetta lengi að ef við tökum verðtrygginguna út þá muni byrja því að draga úr hækkunum á húsnæðismarkaði nafnvexti muni lækka það er bara eðlilegt vegna þess að til þess að fólk geti fengið staðis greiðslumat að þá verða vextinir að vera þannig að það geti staðis greiðslumatið og ekki viljum við bara hafa húsnæði sem er byggt og engi getur búið í vegna þannig hefur ekki efna á greiðslunni þannig að þetta er svona hugsunin er aldrei þannig að það verður ekki þrýstingur og svo er annað að hafi greiðslan að lánuna hækkað 30% á 4-5 árum þá eru þessi 30% kannski 20-25% af launahækkunni þínum á þeim tíma þannig að allt í það þarf ekki að hækka launinni smikið og það er þessi þáttir sem ég hef aldrei getað skilið af hverju atvinnurekendur styðja ekki afnám verðtryggingar vegna þess að afnám verðtryggingar það spara þeim launakostnað til langs frama og getur rétt ímyndað þess að ég nefndi áðan 600 miljardar af 1285 eru verðbætur hvað kostaði það mikla launahækkanir þannig að menn verða að horfa út fyrir það að þetta sé bara verðtrygging og það allir þurfi að hagnast það muna allir halda áfram að hagnast sem í þessu þeir munu bara hagnast á annan hátt Þá komum við að þeim sem að segja við getum losað okkur við verðtrygginguna en við getum það ekki með íslensku krónuna og það er ekki fyrir en að við værum búin að taka upp evru sem gjaldmiðil sem við ættum að fara í það ferðalag Já, við höfum ekkert prófað það Nei Við vorum með Ólafslögin apríl 79 eða hvort það væri lókmass að þau eru sett þar á en það er skýring á því af hverju Ólafslögin af hverju þetta varði eins og það var og skýringin er svo að á 8. áratugnum þá kom þessi olíuverðshækkanir og fleira sem olli miklu óstöðuleika hérna á Íslandi og verðbólgan jókst en á þeim tíma voru vextir ákveðnir af Alþingi og þú getur alveg flett upp ræðum á Alþingi á þeim tíma það sem þingmenn segja við getum ekki hækka vextina sem fyrirtækin hafa gefnaði þannig að þegar það var full ástæða til að hækka vextina og bara gera þetta aldrei rásklega og við hefðum ekki að slegja á verðbólguna það var ekki gert vegna þess að alþingismenn voru hræddir það að vera ekki endurkjörnir síðan kemur þessi víxlverkun það er sett verðtrygging á laun og sparnað á lán og hvað gerðist? Verðbólgan fór úr 40% upp í annað 100% Þannig að var verðtryggingin lausn. Þá afnámum við verðtryggingu launa. Þannig að í staðin fyrir að koma með sjálfkrafa hækkun launa í hverju mánuði, það var fólk að bíða þar til kjarasamningar voru enda til þess að fá sína launahækkun, því að það er alltaf þannig að launin elta verðbólgu. Það er ekki verðbólgu, launin er ekki að valda verðbólgu, heldur eru svar við verðbólgu fortíðar. Þú hækkar launin vegna þess að kaupmáttur launana glataðist í fortíðinni og þá kemur launahækkun til að ná því upp. Í sumu löndum að þá eru laun verðtryggð en það er lítil verðbólga, en þetta er engum í huga verðtryggja lán. Þannig að ef þetta er svona frábært kerfi, af hverju sjáum við þetta ekki í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Luxemburg, Fraklandi, Bretlandi, Danmörku, Svíþjóð, Noregi,
bara svo fáina lönd séu nefnd. Og þú sér það ekki það sem fyrirstöðu, þú ert ekki í hópið þeirra sem telja að þurfi að skipta gjaldmiðil til þess að hrinda þessu? Ég sagði nú haustið 2008 og hérna stend alveg við þau orð að þá fannst mér krónan ekki á vetur sitjandi og ég hef oft alveg verið þeirra skoðunar en mér finnst krónan ekki verið á vetur sitjandi. En ætli menn sér að hanga áfram á henni þá á það ekki að stöðva? Sko, Þorsteinn Víglundsson sem núna formaður samtaka iðnaðarins, ef ég man rétt, að hann sagði í ræðu á fundi í Háskólabíói 2017 cirka að það var áður en stjórnin sprakk sem hann var í. Hann sagði þá að hérna af hagkerfum, af litlum hagkerfum, örhagkerfum með sem voru fámennari en eitthvað ákveðið og væri með sjálfstæða mynt og rækju sjálfstæða peningastefnu. Já, nei, fyrir ekki. Það væri bara eitt af öllum þeim sem væri með sjálfstæða mynt og sjálfstæða peningastefnu. Já, einmitt. Og það er Ísland. Öll hinn voru með tengingar við aðra myndir. Þetta er það sem við vorum með áður en verðbólgumarkmiðin voru tekin upp 2001 og afsökunin fyrir því að þau voru tekin upp var það að Seðlabankinn hefði ekki burði til þess að verja krónuna og hérna ég gat svo sem ekkert séð að Seðlabankinn hefði eitthvað meiri burði til þess eftir að verðbólgumarkmiðin voru tekin upp. Nei. Í dag er Seðlabankinn með gríðarlegan gjaldeyrisvarasjóð en á móti að þá eru lífeyrissjóðirnir nánast lokaðir inn í landinu með allt og stóran hluta eigna sinna. Já. Við höfum heyrt talað um það að lífeyrissjóðir í öðrum löndum megi ekki vera fjárfesta í eigin landi, það er nú víst ekki rétt, það er bara norski olíusjóðurinn sem er þannig. Til dæmis hoppa og skoppa danski lífeyrissjóðir alveg eftir því hvernig Novo Nordics stendur sig. Já. En hérna sko ég held að það væri ofsalega hollt fyrir hagkerfið að lífeyrissjóðirnir kæmis með meira fyrir út. Já. En eignir þeirra er eitthvað 8.500–9.000 miljardar. Já. Gjaldeyrisvarasjóðurinn er 1.000. Já. Þannig að ef lífeyrissjóðirnir færi með sínum peningu á landið þá myndu tæma þennan gjaldeyrisvarasjóð. Þess vegna komast þeir ekki út. Nei. En ef við erum hér með evru að þá myndu þeir geta farið viðstöðulaust með sitt pening hvert sem þeir vildu. Já. Vegna þess að þeir væru þá eignir þeirra væru þá í evrum og þá gætu þeir keypt evrur í útlandinu eða fyrirtæki í útlandinu fyrir þessar evrur sem þeir eiga á Íslandi. Já. Þannig að þetta er svona sko, þetta er ekkert einfalt. Nei. Og við þurfum að skoða þetta og það getur vel verið að ég hef ekkert reknað út hvort það sé hagkvæmt fyrir lífeyrissjóðina að fara með peninga á landi. En þetta er farið að skekkja ofsalega mikið eignarhald fyrirtæki á Íslandi. Já. Mig grunar Marino að það séu allmargir að hlusta og horfa á okkur núna hérna foreldrar ungra Íslendinga eða ungir Íslendingar fólk sem hefur áhyggjur af því að efnahagsleg stéttaskipting sem fann að ráða því hverjir eignast húsnæði og hverjir ekki. Jú, það er búið að spýta aðeins í einhver hlutdeildarlán og eitthvað svona en þetta er nú kannski einhverjir svona frekar smáskammtalækningar heldur en eitthvað stórt sko. Og húsnæðisverð hefur náttúrulega hækkað mjög mikið. Ég vitna stundu til fasteignasalan sem ég ræddi við hérna daginn sem sagði mér að allt síðasta ár í öllum tilvikum þar sem ungt fólk keypti húsnæði kom til persónulegur stuðningur frá ættingjum, yfirleitt pappa og mömmu sem rammar inn munin á þeim sem fæðast með forgjöf, munin á ungu fólki sem á foreldra sem eiga peninga
aflögu og hinna sem sem alast upp í þannig félagsaðstæðum að það eru ekki peningar aflögu. Við þekkjum leigumarkaðin, við vitum hvernig fólk sogast inn í þennan vítaring og þar sem að greiðslu, þar sem afborgun hvers mánaðar í sumum tilvikum töluvert hærri en ef þú kæmist inn í húsnæðislánakerfið. Geturðu eitthvað sagt við þennan hóp núna sem að vekur ákveðna vonir að breytingar á húsnæðiskerfinu gætu opnað leiðir fyrir þá hópa sem að mér sýnist að óbreyttu eigi mjög erfitt með að eignast öruggt húsnæði? Eins og ég tók fram strax upp að þá starf hópsins í gangi. Já. Við erum ekki búin að hittast það með einu sinni. Nei. Og það eru fjölbreyttar skoðanir innan hóps, þannig að ég ætla ekki að fara að segja til það núna hver verður niðurstaða hópsins. Nei. En tekur undir áhyggjurnar sem ég lýsi? Ég tek undir áhyggjurnar vegna þess að ég og líka börn sem að velta þessum hluti fyrir sér og eru komin það sumir eru komin í húsnæði, aðrir eru í húsnæði og svo ein sem býr heima. Já. Og þetta náttúrulega áhyggjuefni að þurfa stuðning, eða að þurfa að treysta svona hennar stuðning. En gerðu við það ekki líka þegar við vorum yngri? Treystu við ekki á það að fá svona smá meðgjöf? Það gat verið, meðgjöfin gat verið því að pappin eða bróðirinn eða frendin, föðurbróðir eða móðurbróðir eða hvað verð hjálpuðu við smíðarnar. Fólk keypti fókelt og svo fékk það aðstoð frá vinum og ættingjum til þess að gera fókeltahúsið að íbúðar hæfu. Og þessi breyting hefur kannski ekki síst orðið vegna þess að það ekki lengur hægt að kaupa fókelt. Það getur engin farið herbyggi fyrir herbyggi lengur inn í húsnæði. Þú annarkvort færð húsnæðið alveg full mótað eða þú færð það ekki. Þú færð ekkert. Það ekkert val það að kaupa lengur blokkaríbúð án gólfefna, eldhúsinnréttinga, milliveggja og svo framvegis. Nei, þetta voru samt miklu færri mánaðarlaun þegar ég hugsa aftur. Ég meina fyrsta íbúðin mín hafi kostað 3 eitthvað. Já, ég meina hvernig var hún það eldra hús eða nýtt hús? Já, þetta var svo smó, en þetta var samt húsnæði, örugt húsnæði í staðis að vera einhverju leigumarkaði. En munurinn á því að kaupa fókelt og gera þetta svo sjálfur, stig fyrir stig og kaupa fullbúið líklegast bara 50% verði, ef ekki meira, að verði húsnæðis. Þannig að við erum bara að tala gjör ólíka tíma. Já, en þá þarf að svara þeim einhvern veginn. Já, og þessi hlutdeildarlán þetta náttúrulega það sem komið inn núna og mín skoðun á þeim það þetta sniðu til í raun. Kannski þetta hægt, kannski gengur þetta, en það væri náttúrulega langt best ef bara húsnæðisverðið væri þessum 20% lægra. Já. Og eins og ég segi að þar verðum við bara að horfa til verðtryggingar sem pínlítið sökutóls í því hvernig húsnæðisverðið verður hækkað. Og þú vilt hana burt? Ég tel að hún sé ekki góð fyrir framhaldið. Nei. Ég held að við höfðum tækifæri 93-45 til þess að lofsa okkur við verðtrygginguna. Við höfðum aftur tækifæri til þess 14-15-16 og þá voru við, þetta þessi 2 stöðuleika tímabil í íslenskri hagsögu. Já. Og við nýttum hvort af þessum tækifærum vegna þess að á 10. áratugnum að þá voru menn ennþá að velta fyrir manstu hvað gerðist þarna á 8. áratugnum og maður ennþá að heyra talað þetta við getum ekki losnað við verðtryggingunum, manstu hvað gerðist á 8. áratugnum. Ég þekki mann sem skuldar á milli 70-80 milljónir í húsnæðislán, afborgunin rétt 400.000 krónur á mánuði.
ef það kemur nú bara kerfisbreyting og við ætlum að afnema verðbreytinguna, hvernig myndu hættir þessa manns breytast? Já, hann myndi þurfa að endur fjármagna lánið sín. Hann það ekki þannig að ef verðtrygging verður lögð niður að þá ónýtist allir verðtryggði samningar. Nei. Þetta verður ekki þannig. Nei. Það myndi aldrei ganga. Nei. Þú ferð ekki að segja við sjómanninn, sorry, við erum búin að breyta launaðinum og nú farið ekki lengur aflahlutdeild. Þetta virkar ekki þannig. Nei. Þannig að það myndi þurfa ákveðin yfirgangstíma. Já. Og svo líka spurningin, hver kemur, hvernig myndi þetta verða? Danir fóru í gegnum ekkert ósvipað á 10. áratugnum. Þá voru vextir húsnæðislána svona almennt frekar háir, 9, 10, 11% var með sagt. En ég hef svo sem ekki sannreynt það og þá ákváðu danskir húsnæðislána veitendur að breyta kerfinu. Þeir í fyrsta lagi þeir settu vaxta þak á láni sín. Þannig að það var sett 5, hvort það var byrjað á 6%, svo fór þannig 5% vaxta þak. Og fólk gat breytt yfir þessi lán. Og þetta það kerfi sem hefur verið við lýði þar nokkuð lengi. Þannig að það hægt að taka breytileg lán með vaxtaþaki. En þú getur líka tekið langtímalán með föstum vöxtum. Það kom svona smá brestur í þetta vegna þess að menn fóru allt í að bæta við einhverjum þóknunum. Og það bídrag og þannig að það svona fór að bætast við. En sem komið að þá getur fólk þar fengið góð lán og góðan kjörum. Og hvað hefur gerst í Danmörku? Hefur Danmörk farið á hausinn? Hefur allt hrunið? Nei, það bara sjaldan verið eins mikil velmegun í Danmörku heldur en einmitt síðustu 30 ár. Eftir að menn fóru að skilja það að stöðuleiki, grunnu stöðuleika fyrir sem að leiki heimilana á útgjöldum sínum. Og eins og núna þá eru svipur stýrivaxtahækkana Seðlabankans. Það ég veit ekki hverjir geta breytt hegðun sinn, en það alveg augljóst að mjög stór hluti þeirra sem er ætlað að breyta hegðun sinni, hann hefur lítið svigrúm til þess. Þetta eins og myndin hans Halldór sem var birt í síðustu viku. Þegar maðurinn var við tölvuna með unga barnið á öxlinni og annað þarna fyrir aftan og sagði, elskan, hann Ásgeir var að hækka vextina svo að við hefðum meira ráðrum til að spara. Já, ég veit. En Marino, það búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig og þótt að sé á þessum tímapunkti að við vitum ekki til hvers þessi vinna mun leiða, þá held ég nú að það séu margir ansi spenntir. Já, ég hef alveg fundið það. Ég hef fengið alveg gríðarlega mikið af hvatningu og kveðjum á Facebook og allt þetta en ég vil bara taka það fram að ég er ekki innræðisherra og ég mun ekki ráða þessu. Nei. Og það verður að hlusta á lánveitendur líka. Lánveitur, það verður engin lán nema lánveitindur samþykki, það verður engin breyting nema lánveitindur samþykki breytinguna. Þannig að við þurfum þá að finna einhverja lendingu. Það getur vel verið að við höldum áfram með þetta að stytta verðtryggðulánin, þannig að þau verða alltaf styttir og styttir í þannig að lokum. Það alls konar möguleikar, til dæmis ég meina ef ég bara svona fabulera úti að þá hlutdeildarlánin eru þarna og
vaxtabætur og annarkostur að bjóða þeim sem nýjum inn í húsnæðislánamarkaðina þeir taki verðtryggð lán sem gilda bara þessi verðtryggingin bara í einhver 5 ára eitthvað svoleiðis og eftir það taka við það myndir nú muna miklu fyrir það nú taka við nafnvaxtalán þetta eru alls konar hugmyndir en við verðum bara að hafa það í huga að verðtryggt lán þar hækkar höfuðstóllinn líklegast svona fyrstu 70% eða 80% lánstímans nafnvaxtalán þar lækkar höfuðstóllinn frá degi 1 þannig að það tekur ekki nema örfá ár fyrir nafnvaxtalánið eða verðtryggðalánið að ná nafnvaxtalánin í greiðslubyrði og síðan kemur allir hinn tíminn og þá erum við með kannski beina línu á nafnvaxtaláninu en hinn línan hún hækkar svona og þessi munur á milli greiðslunar á nafnvaxtaláninu og greiðslunar á verðtryggðaláninu hann þarf að koma frá launagreiðendum það bara staðreyndin þannig að ef við komumst yfir þennan hrygg að þá munu launagreiðendur brosa til framtíðar og það er það sem ég tel að þeir verða að skilja við skulum hjálpa þeim að skilja það já, ég meina ég ætla svo sem ekkert að ég bara vona að menn nái þessum útreikningum og ég vona líka að það séu tilbúnir hagfræðingar á Íslandi sem eru tilbúnir að styðja slíka útreikninga þannig að það er það sem þarf það þarf ekki bara að ég meina ég ætla ekki að gera lítið minni menntun ég með verkfræðigráð í aðgerðarrannsóknum frá mjög viðurkenndum háskóla og í aðgerðarrannsóknum og það lærir maður tölfræði og bestun og allt mögulegt og ég lærði það að það er langtíma jaðarhagnaður sem skiptir mestu máli en ekki skammtíma gróði og við verðum að komast yfir í þessa langtíma hugsun það er verkefnið og þess vegna er ég er í þessu vegna þess að ég á börn og ég á barnabörn og svo kemur næsta kynslóð örugglega þar á eftir og þó að ég hafi gengið í gegnum þetta þá ætti ég ekki að vera svona eins og sjöttubekkingar í MR eftir busavislun í busun þar sem þeir eru að taka út á þriðubekkingum að þeir hafi sjálfur einhvern tímann gengið fyrir busunni Góð samlíking. En kæra þakki fyrir komuna, Marino. Takk fyrir að bjóða mér. Og gangi ykkur vel í hópnum. Já, takk. Og við ætlum að vinda okkur næst yfir í reynsluboltana, svona krifja samtíman fréttir og þjóðmál eftir andartak koma 3 góði gestir. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.